Já, komið sæl. Það gengur skil norður yfir landið í dag og það var nú svona dálítið hvasst á undan þessu, allavega stinningskaldi eða allhvasst og dálítil úrkoma í skilunum svona snemma morguns en svo hefur þetta nú verið svona meira rigningarhrafl bæði sunnan og vestanlands þegar liðið hefur á daginn. En milt og hiti fór hæst í 21 gráðu og það var á Húsavík og nokkrar aðrar stöðvar norðanlands sem að náðu hita yfir 20 stigum. En við sjáum að svona í stóru myndinni þá erum við með lægð hér á Grænlandshafi vestur af landi og svo nokkuð myndarlega fyrirstöðuhæð sem er hér við Bretlandseyjar og hefur svona verið þar undanfarna daga og svona tekið sér bólfestu á þessum slóðum og er nú svona aðeins að hörfa til austurs en áfram mun nú leiða til þess að það verður fínasta veður á Bretlandseyjum. Og síðan kemur hér næsta lægð inn í myndina, hún fer hér til norðausturs á milli Íslands og Færeyja og þau verður svona aðeins öðruvísi mynstri hjá okkur í veðrinu eftir helgi. Og við sjáum þessi hlýindi á hitasviðinu, hvernig þessi tvö kerfi eru að ýta hlýju lofti hér til norðurs viðbúið og við fáum fínar hitatölur á morgun og hita jafnvel yfir 20 stigum, þá hlýjast á norðausturhorni landsins. En í fyrramálið þá verður þetta nú svona dálítið eins og þetta hefur verið núna síðdegis, það er svona suðurlega átt í þessu stífasti vindurinn hér allra vestast, stinningskaldi getur verið þetta 10 til 13 metrar á sekúndu, annars vindur hægari, sérstaklega þegar austar dregur á landinu, en það verður skýjað á meira og minna á sunnan og vestanverðu landinu og rigninga á köflum, en á bæði norður og austurlandi verður þurrt og væntanlega svona nokkuð bjart og þannig verður staðan áfram þegar líður á morgundaginn. Hér erum við komin klukkan 16, það er svona kannski ratar eitthvað af þessum raka yfir heiðar, gæti þést eitthvað til fjalla allan á norðausturhorninu en að mestu leyti verður þó áfram bjart veður þar svona yfirleitt. Sjáum þetta, það er 15-20 stig víða á norður og austurlandi og væntanlega fer hámarkshiti í þetta 21-22 gráður en hann er svona nær 10 gráður bæði á sunnan og vestanverðu landinu. Á mánudaginn þá verður áfram svona sunnan andar í svona fyrri part dags, getur rignt eitthvað á köflum bæði sunnan og vestan til, en dagurinn byrjar tiltölulega bjartur bæði á norður og austurlandi, en þessi næsta lægð hún nálgast á landið og hér erum við kort sem er þá svona seinni part dags, þá er áttin svona farin að verða norðaustlæg á landinu eða norðlæg og búið að þykna upp landið norðanvert og eitthvað farið að rigna þar á köflum. Það er svona megin þungi í þessum skilum sem að koma hér upp að suðaustanverðu landinu, hann kemur þá inn seinnipartinn eða á mánudagskvöld og þá fer að rigna að meiri krafti bæði á austur og suðausturlandi. Og svo býður okkar norðlæg átt þá á þriðjudaginn og þá verður nú svona allan að bjartast á suðvesturhorninu. Getur rignt eitthvað á suðausturlandi í þessu lægðadrægi sem ætlar að leggjast hér yfir sunnanvert landið og áfram verður nokkuð þungbúið norðanlands og dumbungur þar á ferð. Og síðan á miðvikudaginn þá verður svona stillt veður víðast hvar á landinu. Það er að sjá að það geti verið nokkuð svona óstöðugt og því skúrir víða sérstaklega til fjalla, en það á nú samt sem áður við alla landshluta að það getur líka sést eitthvað til sólar. En þá yfir til Evrópu og við sjáum að háþrýstisvæðið er nú að gefa af sér gott veður og Bretlandseyjum og rauninni víðar í Evrópu þar sem að angi þess nær til. Búið að vera óstöðugt á Balkanskaga en svona batnandi veður þar og þegar við komum yfir á Íberíuskagann þá eru hitatölur allar eiginlega yfir 30 stigum og að fara að nálgast 40 í Madrid og búið að vera yfir 40 í Sevilla og það er útlit að þetta haldir áfram næstu daga eða jafnvel vel fram í næstu viku. En þetta síðan hér á Kanaríeyjum og það er bara fínasta veður á morgun, hiti eða yfir 30 stig og útlit að það haldist í einhverju daga allan næstu daga. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.